Komið þið sæl. Í síðasta myndbandi vorum við að æfa okkur í að mæla horn, en nú ætlum við að æfa okkur í að teikna horn. Og til þess þurfum við gráðubúa, og hér ætlum við að byrja að teikna horn sem er 40 gráður. Og það sem við gerum fyrst er að við teiknum línu. Vegna þess að án þess að hafa línuna þá höfum við ekkert til þess að mæla út frá. En núna getum við fara að mæla 40 gráða horn upp frá þessari línu hér, annaðhvort hérna vinstra megin eða hægra megin. Oft skiptir það nú ekki máli hvoru megin hornið er, en stundum er það tekið fram í dæminu og þá förum við bara eftir því. En við byrjum á að setja upphafspunktinn á gráðubúanum, þennan hér sem ég sýndi ykkur í síðasta myndbandi. Við þurfum að setja þennan punkt öðru hvoru megin við enda línunar, þeim megin sem hornið á að vera. Þannig að segjum bara að ég ætla að láta hornið vera vinstra megin hér, og þá set ég þennan upphafspunkt við vinstri enda línunar. Og núna þarf ég að mæla 40 gráður. Og þá er spurning, og þar sem að 40 er bæði hér og líka hérna, hvort á ég að nota? Þið munið vonandi frá því síðasta myndbandi að horn sem að lítur svona út kallast rétt horn og er alltaf 90 gráður. Og þegar við erum að teikna horn sem er 40 gráður, hvort er það minna eða stærra en þetta horn hér? Það er minna. Þannig að ég gæti ekki farið að teikna hornið í þessa 40 sem er hérna vinstra megin á skjánum. Þá er ég komið með horn sem er miklu stærra en 90 gráður. Þannig að þetta passar ekki. Þannig ég hlýt að eiga að nota þessa 40 sem eru hér. Og þess vegna ætla ég núna að draga eða hreinlega bara merkja með punkti. Byrja á því. Hér eru 40 gráður. Og svo dreg ég línu úr þessum upphafspunkti á gráðubúanum í punktin sem ég var að merkja. Og þá er ég komin með horn sem er 40 gráður. Og við snúum okkur að B-liðnum. Og þá ætla ég að teikna horn sem er 125 gráður. Og það er alveg eins. Ég þarf að byrja því að draga línu til þess að geta mælt út frá. Og í sjálfu sér skiptir ekki máli hvað þessi lína er stór, ekki nema að sé beðið einhverja sérstaklega stærð í dæminu. En við skulum prófa núna að hafa hornið hægra megin, þó það skiptir svo sem ekki máli. Og þá set ég gráðubúa með upphafspunkt hægra megin. Og nú er upphafspunkturinn komin hingað við hægri enda línunar. Og þá skoða ég hvar eru 125 gráður. Þannig að það gæti verið annarkvort hérna á milli 120 og 130 sem er hér, eða það gæti verið á milli 120 og 130 sem er hérna. Og hvort ætti ég að nota? Enn og aftur vísa ég í þessa mynd hér að 125 gráðu horn er stærra en 190. Þannig að við viljum ekki láta það líta svona út, við viljum að það sé stórt. Og þess vegna get ég ekki valið að teikna þetta svona. Því nú er ég með lítið horn og þetta er ekki 125 gráður. Þannig ég ætla að nota hinn punktinn hér og draga línu í hann. Og þá er ég komin með horn sem er 125 gráður. Nú rétt í lokin ætlum við að líta á eitt dæmi sem er í kennslubókinni sem að hljóða svona að við erum ekki bara að teikna horn, heldur ætlum við að teikna þríhyrning sem að reyndar samanstendum af hornum. Þannig hér stendur teikni með reglustiku og gráðubúa. Úps, það vantar G hérna hjá mér. Þetta var standað hérna gráðubúa. Þríhyrningin ABC. Og það þýðir bara að við erum með 3 horn sem köllum A, B og C. Hérna, þess vegna er þetta þríhyrningurinn ABC. Og ein hliðin AB á að vera 3,5 cm. Svo kemur stærðin á hornunum sem við höfum að teikna. Og
við skulum byrja bara að teikna hliðina AB hérna. Og þá myndum við taka reglustiku eða nýta okkur það að 2 rúður í bókinni hjá okkur 1 cm. Þannig að hér ég kominn með 1, 2, 3,5 cm. Þannig að nú ég kominn með strik sem á milli punktana A og B. Og þá merki ég bara þessi horn A og B. Þetta línan 3,5 cm. Og nú þarf ég að mæla hornið A á að vera 55 gráður. Og það að þetta horn sem hérna. Og það ger ég með gráðubóðanum. Setja hann þannig að upphafspunkturinn hjá A-horninu. Og svo mæli ég. 55 gráður cirka hér. Og ég dreif þá línu úr horninu og hingað upp. Svona. Nú ég kominn með horn sem 55 gráður hérna. Og svo tekið fram hvað hornið B á að vera stórt. Það á að vera 47 gráður. Þannig að nú þarf ég að mæla það hinum megin og færi þá gráðubóðan. Þannig að upphafspunkturinn við hitt hornið, eða hornið B. Og þá ætla ég að mæla hvar 47 gráður eru. Og það á milli 40 og 50 sem hérna. Þannig ég myndi segja 47 og svona cirka hér. Og þá dreg ég aðra línu þangað yfir. Og þá ég svona næstu kominn með þennan þríhyrning. Og ekkert næstu ég kominn með þennan þríhyrning. Ég þarf bara að stroka út þessar línur sem ég teiknaði aðeins og langar á þann. En auðvitað teiknaði ég þær viljandi og langar til þess að þessi þægilega fyrir mig að merkja þær inn á. En einu punkturinn sem ég vantar þríhyrning, það hornpunkturinn C. En nú ég kominn með þríhyrning sem uppfyllir þau skilyrði sem var beðið 55 gráða horn hérna A megin, 47 gráða horn hérna hjá B og línu sem á milli A og B og hún átti að vera 3,5 cm. Og svona lítur sá þríhyrningur út. En nú skuluð þið æfa ykkur í að teikna horn og þríhyrninga. Takk fyrir mig.